Hólakoti, Hugrún Lísa Heimisdóttir og Bragi frá Björgun, Ingrid Birna Reynsdóttir og Silja frá Syðri-Reykjum, Hulda Siggerður Þórisdóttir og Mána Dögg frá Reykjavíkurstöðum, Margrét Ásta Reynsdóttir og Demantur frá Hraunbæ, Sandra Björk Reynsdóttir og Hörgur frá Ósi, svo er það Áróra Heiðbjörg Reynsdóttir og Eros frá Língbrekku og Víkingur Tristan Vítalín Reynsson og Frákur frá Hellulandi og Sigurður Freyr Vítalín Reynsson og Ljúfur frá Akureyri. Þetta er ekkert smá flottur hópur. Frábært að sjá þau hérna öll saman, auðvitað klætt í þennan fallega félagsskóla. Og með ánægðar, við skulum bara leyfa þeim að stilla sig hér upp og út. Já, þetta er... Hann var öruggari drengurinn hérna á síðustu sýningu sem hann kom á. Hann var hann inn í maður frá mömmu sinni. Mann eftir þetta krasóriðri. Rataðan að barnaskara og enn bætti. Við vorum að reikna út hérna með Hulda að þau hafa 961.000 krónur á mánuði í barnabætur. Já, maður er takk okkur svona fólki þegar að tala nýliðun á vanda. Það er bara hægt að setja þetta í hendurnar á einstaka fólki og þá er búið að fjölga í hestamennskunni alveg hell. Já, þetta er glæsilegur hópur. Allir vel línandi. Já, lýsa það ekki pappa. Þetta er gaman að sjá og það er kannski gaman að launa þig líka aðeins bara á Sandra sem er hérna að snúa sér að okkur núna á hestinum. Hún er nú ekki nema 10 ára og er samt búin að temja og þjálfa þennan hest sjálf. Vel gert! Þú fara svona aðeins varlega í klappið. Við höfum að stilla sér upp í rólegheitum. Það er flott myndatækifæri að smella allir myndana fjölskyldunni, allir í þessum fallega léttisbúningi. Hann var þetta að koma svo fyrir og ekki mynd. En það þarf breiður þessu. En nú vil ég við klöppna svona fallega. Mjúklega. Þetta er svo gaman að sjá þetta. Það er ekki síður gaman að rækta hross og enn meira gaman að rækta börn. Og gaman að sjá þetta skýri sér allt í hestamennskuna. Alveg þeim frábært. Við skulum fá að sjá þau dansa hér aðeins sælinni viðbót og þau opna fyrir okkur formlega þessa frábæru sýningu 10. árið sem við höldum hér Fáká fjör og við ætlum svo sannarlega að njóta saman í kvöld. Ég sé að hjónin hafa breytt stellingu í síðustu 2 blöðunum. Það komist þeir strákar. Það komist strax til að lúka. Já, þetta er gaman. Það eru þau Dandi Páls, Hugrún Lísa, Ingrid Birna, Hulda Siggerður, Margrét Ásta, Sandra Björk, Áróra Heiðbjörg, Víkingur Tristan og Sigurður Freyr sem að gleðja okkur hér í þessu leika atriði kvöldsins.
stertið í hunda að þau eru alltaf sikkur endan hjónin. Það var duðan þetta? Nei, ég held að sko, hann má ekki hnerra, hann má róli. Ágætu gestir, nú komið að því að kalla fram björtustu von okkar Hollendinga þetta árið. En áður en að það verður kurgist, skulum við bjóða í salinn Þórdísi Erlu Gunnarsdóttur. Velkomin í Jettisöld, Þórdís Erla. Veðardóttir. Hér þurfa engin orð, skulum horfa og njóta. Já, við skulum skynna til leiks krossið sem að Þórdís Erla situr. Hana þekkja margir kannski. Þetta er hún Terna frá Auðsholtshjáleigu. Hún er undan heiðursöfnum frá svona Aron frá Strandarfjörðu og Trú frá Auðsholtshjáleigu. Þetta er Káta Hrissa sem hlotið hefur 8,44 fyrir byggingu og 8,56 fyrir hæfileikar. Sjáðið þetta. Alls 8,51 í aðalverkum. Hún var þriðja í flokki 6-metra á landsmótinu 2014 og hefur skorað meira minna en 7,56 í tölti. Þannig að þetta er frábær og fjölhæf hrissa. Hún hefur átt 3 afkvæmi þessi hrissa nú þegar og það fyrsta er einmitt í talningu núna. Verður gaman að sjá hvort að toppar móður sína. Það er svolítið til. Þessi hrissa hlaut meðal annars 9 fyrir tölt og 9 fyrir fegri reið og skal engan undra. Þetta er augna konfekt. Gaman að sjá það stöllur hér saman frá Auðsholtshjáleigu. Virkilega flott. Gaman þessu. En Sigfús ætlar að halda áfram og það er bjartasta vonin. Takk fyrir þetta. Þá köllum við í salinn aftur Þórdísi Erlu Gunnarsdóttur og núna kemur með henni bjartasta von ársins 2018. Egill Már Vignisson. Tökum vel á móti þeim. Eins og á undanfarin ár verður nú á stórsýningu Hestamannafélagsins Grettisfálkar og Fjörð afhentur bíkar sem er heitt hinn bjartasta vonin. Þetta bíkar sem veittur er þeim úlingið ungmenni í Hestamannafélagi og félagsvæði ásamt Andaka, Eiríks og Þingeyinga. Skarað hefur framkvæmdi hesta í íþróttum sem og framkomaðinni til góðum knappasvæði. Að mati formanna Hestamannafélaganna hér á svæði. Bíkar þessi var gefið Hestamannafélagi létti af því 4 Gunnari Kristbjörgu Auðsholtshjáleigu árið 2013
Þessu sé minnst hans. Eftirtaldir hafa hlotið bikarinn fyrir 2013 Anna Kristín Friðriksdóttir, Inga Dalvík, 2014 Þóra Höskuldsdóttir, Létti Akureyri, 2015 Telma Tómasdóttir, Grana Húsavík, 2016 Kristín Ellý Sigmarsdóttir, Létti Akureyri, 2017 Bjarki Fannar Brynjólfsson, Dalvík, 2018 Eirík Ná Mikkelson, Létti á Akureyri. Bjartasta von ársins 2019 Atli Freyr Maríursson. Napis kom eins og stormsveipur fram á völlinn síðastliðinn vetur og sýndi og sannaði að hér er einn af okkar framtíðarklöppum sem vert er að muna eftir. Atli Freyr kom hingað inn í Hestamannafélagið Létti í upphafi síðasta árs og síðan þá hefur nafn hans verið að vörum okkar margra fyrir vasklega framgöngu kappans, áskorun og ellinsemi í vetta. Árangur Atla á síðastliðnu ári var enginn glæsilegur og mörg verðlaun hlaut hann. Frægðarsól hans skein sterkt á landsmótinu síðastliðnu ári og segja má að Atli Freyr hafi orðið landsfrægur á einum degi eftir glæsilega framgöngu sína og hestins Óðinn og Víglónsskóli í fornkeppni í ungmennaflokki á landsmóti hestamanna. Frábær forkeppni var að baki á Atla Óðni og efsta sæti var hans. Það er eins og allir vita, keppnin er ekki búin fyrir hún er búin. Það vissi greinilega bara ekki Óðinn að þessu sinni og því fór sem fór. Landsmótstitill í ungmennaflokki býður Léttisnappa í ennum sinn. En Atli Freyr vildi sýna það, sanna að árangur hans sem knappa var engin undantekning og á Íslandsmótinu í Reykjavík nokkrum dögum eftir landsmótið í fyrra mætti kappinn aftur í Víðdalinn fullur sjálfstraust og þar fór sólin að skína og munaði og nú skein sólin allan daginn. Og Atli landaði Íslandsmeistaratitil 2022 og hesturinn frá samstöðu. Atli Freyr var síðastliðið haust valinn afgreiðslunafni Hestamannafélagsins Léttis árið 2018 í ungmennaflokki og nú í upphafi árs var hann valinn til ungmennalandsliðs Íslands í hestaíþróttum. Atli Freyr er frábær fyrirmynd ungmenna sem nú eru að hasla sér völd í hestaheiminum hér á Íslandi. Glæsilegt ár er að baki og uppsker hann sannarlega stór glæsilegt. Bjartasta von ársins 2019 Atli Freyr Maríursson. Og það er við hæfi að þau hjónin Gunnar og Kristbjörg Jöðsson sjálfleiku gangi nú hér fram og afhendi þennan glæsilega bikar sem þau gáfu hér fyrir nokkrum árum síðan. Ef ekki að klappa vel fyrir Atla, fyrir eftirlýstum stórum reynslu og stórum reynslu. Innilega til hamingju með þetta og gangi þér sem allra best í framtíðinni. Þetta er rétt að byrja þeim ferill og við hlökkum til að fylgjast með áfram. Og það voru þau Gunnar og Kristbjörg Guðmundsdóttir og Svava sem afhentu bikarinn góða. Við fáum væntanlega að sjá þau fara hér aðeins eitt svona aukra hring eða tvo til að gleðja okkur. Frábært að sjá okkur, bæði ungir og efnilegir knappar og svo flottar fyrirmyndir í reiðmennskunni. Bara njóta augnablik.
gestgrein sem hann Egill Már Vignisson setur þýtur frá Narfastöðum. Hryssuna erum við náttúrulega búin að kynna í bak og fyrir og hún kynni sig nú best sjálf. Þvílíkur stólpagæði hérna frá Hryssuna. Ragnar Stefánsson. Já. Hér mæta þeir. Velkomnir. Afturlega klappa þeirri stöðum. Dýralæknirinn sjálfur Gestur Páll Júlíusson án Ull frá Torfunesi. Það er 9 vetra geðningur í dag, Vilmundur og Fitti og Bylgju frá Torfunesi. Já, svo er á fremsta plássi þetta vindóta. Það er knapinn hann Ragnar Stefánsson, hann setur framtíð frá Mérskógur sem er 7 vetra gömul. Hún er undan Vita frá Kagaðarhóli og Lýr frá Syðsturhóli. Svo er það Vigni Sigurðsson, ráðanauturinn góði, Áni Sörk frá Litlubrekkurauðri. Súmi er undan henni frá Torfunesi og henni Stillu frá Litlubrekku. Og svo, já, við skulum leyfa þeim að stilla sér hérna upp og áður en við höldum áfram að kynna það. Nú reynir á hvað búið að æfa klappið. Má ég heyra? Og það er með þetta. Vignir fer hér á staða, hann er Sörku. Kemur Gestur Páll á Ulli og svo Gestur Freyr á stjórnlóttu, hérna aftastur hægra megin. Það er Sæmt frá Höskuldsstöðum, hún er undan Hrein frá Flugumýri 2 og Lukku frá Borgarhóli. Og síðastur en ekki sístur er þinggestir sauðjabóndinn Ellingur Ingvarsson á Eivör frá Hlíðarenda, dökkbrúnni 7 vetra mér undan Lend frá Torfunesi og Gerpur frá Hlíðarenda. Hér eru bara 2 undan kláristur Lend frá Torfunesi. Já. Og Viti frá Kagahóli. Þetta er allt saman undan kláristur. Þetta eru norðlenskir gæðingar, bæði tví- og fjórfættir hér á ferð. Ég held að sé alveg óhægt að klappa eða kunnið að meta það sem er að sjá. Þetta eru svona, við getum sagt þessum knapar af eldilskólan. Mér finnst þetta flott. Mér finnst það líka, sko. Þetta höfum verið til mín, sko. Þetta er ekki verið að hluða hausnum milli framlappana og svona, sko. Þetta er bara hátt taumald og góðu töldi. Góða kvöldi. Er ég ekki ánægð að sjá þig? Ég heiti Stefán Tryggvi. Ég er formaður ríkasta hestamannafélags landsins. Við erum 23 í félaginu og inn á bók erum við 500.000 á mann. Ég hérna, þetta er mittur, fekk að lána eitthvað Höskuldi. Ég komst að því að þetta var besti.
Rektur upp að Lemon Street. Það verkur á þakkinu. Ég ætla að byrja þetta á svona vorkveðju frá Hestamannafélaginu Geisla. Það ákveðna fallegt og djúpt ljóð. Nú, þeir eru mættir. Það þarf ekki að sýna neina graðhesta hér. Það er Gylfi Gunnars og Jörn Kóps á svæðinu. En ljóðið er einhvern veginn svona. Vorið kemur, lifnar lauf átt ég. Bössin spretta, tíbrá yfir sænum. Hundur Stefáns uppið húsvegg mér, en hann er svo graðasti á bænum. Ég hélt fundudaginn og öllu auglýsingar áhuga að hafa svona ektunarbúa sín í þetta magninni og náttúrulega bara konur svo líður nú að bíður og fór sér aðeins öllar og svona svo segir ég, hvenær verður ræktunarbúsík að það ekki fara að byrja og ég var náttúrulega með neitt að jobba með neitt sá það ég að redda þessu Fúsi og Bjössi málar þetta gengur og þá að redda hlutunum strax svo ég leiði úr á ofan steri mér 4 hringi réttsæmis reyndi svo úr á neðan steri mér 3 hringi ráksæmis þá sagði Helga kona mín þarna sjáum við ástæðina fyrir maðurinn er á örgumút þá sagði það er einn guðmur sem er ákvæmlega flýttir mig, já, hann er bólkið mér. En og þetta gengur bara bríðinguna. Það er náttúrulega sláttur í búinn þarna fyrir austan. Gaman að spila þetta vel komið hérna fyrir norðan, sprettan og þetta. En í ætnarekninga með 5 hænur, var með hana einn til flottan en manniður og hann var svo graðast á bænum eins og segir í góðinu en Lísa var einhvern veginn svona Helga í bræði hann drap og hendur út úr bænum af því hann reyði í asnaskap annar manna hænum Svo ætlaði ég nú að segja eitthvað rosalega mikið. Hann er lítið þjálfur þessi sem ég fer að hætta þessu. En kom í huga mín vísa og þið mig alveg ráða hvort hún flýgur einhvern annan. Lítil sál í náu reisi, lasta skjóða engri lík. Verstan upp í galsi, brennivín og rossast. En er ekkert glöð að sjá mig? Þessi hestur var nú ekki graðhesturinn. Ég fékk aldrei mikið fyrir byggingu en gríðarlega hátt fyrir kosti. Ég sjálfur sem sagt, ég bara óskilum gleðilegur hátíðar, og takk ég eftir einu, verið öll að horfa á mig. Þið eigi ekki eftir að sjá meiri töff ásettu í kvöld. Og hér er hann mættur á svona nýjum knappa. Það er Guðrún Margrét Marsteinsdóttir sem sýnir okkur
ekki hefur það minnkað með árunum. Þetta er glæsilega gert og glæsilega riðið á þessari stelpum. Alltaf gaman að sjá þegar hestar halda öllu sínu fram með gröndum. En það gera hestar ekki nema við góða atlæti og sanngjarnir og góðri þjálfur. Við skulum klappa fallega fyrir og hluta frá fyrir. Þessari móður hans Hruna, sannkölluð geðingamóðir þar. Já, takk fyrir sjóið. Guðrún Margrét og Hrunni. Alltaf gaman í salinn. Þarna eru þjálfararnir Sif Fangis Viðarsdóttir á væntingum frá Hrafnagili og Ragnar Stefánsson á Mánadís frá Litladal. Já, og svo kemur þessi stóri hópur á eftir glæsilegra ungra napa sem að undirbúa sig fyrir keppnistímabili. Þetta er fjölbreyttur og flottur hópur. Og við ætlum að lesa upp nöfn þeirra sem hér koma fram í dag. Og það eru Egill Már Þórsson og Foss frá Skriðu. Spurningum að þið kinki kannski bara kolli við kynnum ykkur, því þetta er svo mörg. Þannig að Egill er nú ekki kinka kolli. Hann er hérna fyrir fram okkur núna og Sigurður Foss frá Skriðu. Þá er það Vala Sigurðardóttir og Sæla frá Akureyri. Og þá eru Steindór Óli Tóbjörnsson og Happardís frá Draflastöðu. Og Embla Lind Ragnarsdóttir og Sóldís frá Hérskógum. Já. Það er sko þetta Hafliða Halldórsson sé ekki hópum. Hann tegir sig alltaf. Já, hann myndi meira sig með hverja kynna. En næst ætlum við að kynna Steinunni Birki Ólafsdóttur og Þröst frá Dæli. Og svo Huldu Siggerði Þórisdóttur og Mánadögg frá Reykjavíkurstöðum. Það er líka með veifa bara. Og þá er það Anna Kristín Auðbjörnsdóttir og Snöpp frá Hólaborgi. Og Auður Karen Auðbjörnsdóttir og Safi frá Skúfslæk. Já, og Urður Birta Helgadóttir og Léttir frá Húsanesi. Anna Ágústa Bernhardsdóttir og Lúna frá Miðkoti. Þá komið henni Áslaugur Lóu Stefánsdóttir með hana Krá frá Akureyri og þar stutt hjá er Hafdís Arna Óttarsdóttir með hana Mist frá Ístra Fróðholti. Svo er það Ingunn Birna Hreinsdóttir og Bragi frá Björgum og Margrét Ásta Hreinsdóttir og Demantur frá Hraunbæ. Þá komið henni Söndruður Hreinsdóttir og Silja frá Syðrikjum. Og að lokum Bjarni Anna Húsdóttir og Spuni frá Hljókalín. Þetta er þessi frábæri hópur sem kemur hér inn og stillir sér upp fyrir okkur. Þau eru búin að vera að æfa í vetur undir styrkistjórn Fandísar og Ragnars. Þetta er frábært framtak og það er að mörgu að huga þegar maður ætlar að vera í keppninni.
virkilega gaman að sjá þetta flotta framtak hérna og bráðefnilega knappa hér. Stór og mikill hópur og fjölbreyttur og við skulum bara njóta þess að sjá þau fara hér gegn á gleðingunum sínum. Já, við skulum bara klappa fyrir þeim. Við erum ekki að fylgja fyrir hvað við sætti þetta. Svo sé ég nú hérna þegar knappinn á rauða hestinum tók handbremsubeyguna, þetta var Ragnar Þór Magnússon á rúm frá Reykjavík, 12 vetra rauðri verið Steingrímur á Hafnarstöðum og endingur frá Þverá í Skíðadal. Já, og hitt rauðarhrossið sem hér vera á salinn, það Björn frá Akureyri, þetta er Guðmundur Karl Tryggvasyni. Þetta 700 gömul pissa, hér næst áhaldum núna. Og hún undan Orra frá Tunguvílandi og Nótt frá Tungur. Það veit ekki hvað ná að vera á Guðmundur. Það var bara sang með móð og glerun. Það reyndar 13 vandamál á þesta síðan í Íslandi. Við skulum bara skrúa þess upp í kiss og horfa á þetta glæsilegu lögleysir og gaman þeirra. Já, þetta eru flotti knappar, en ég sé að Guðmundur vinur minn er kominn hérna, hann er nú hættur að vinna og
búinn að selja hlutan og segist þér var öryggi. Hann bara með flögu á hesti. Hann bætur út á það. Já, hann og sjá. Skrýtið langt sárastu. Ákvöðu Valdinsdóttir, Valdinsdóttir Sigurður okkar Bræðarsdóttir og nú skulum við labba með. Valgerður Sigurbergsdóttir og Guðmundur frá Ýmsá og Karína Skóðsson og Rökkur frá Miðursson. Allt saman slökkir hestar. Jafnlega sem slökkar að koma þar á miklu Lindarhóð. Ljóskenn hópur, auðvitað eftir síðan.
Maes
Þetta var alveg frábært. Við erum aðeins víða með klappið og leiðum bara annarkvort að stoppa og stíga baki eða fara fram í skjól og þá klöppum við rosa. Þetta var alveg meiri hátt dag. Þau ekki allir sammála það. Já, já. Þetta er eiginlega þaulvann hestafans. Þetta er almennilegt. En þetta var verulega vel gert. Við erum sammála það þetta. Við erum algjörlega sammála það. Ég gleypti hjálpinn. Já, við skulum bara taka það með aftur. Takk fyrir þetta. Já, hér er Fríður hópur kominn og Ívarlegur. En hér er Guðmundur Hjálmarsson sjálfur, fremstur í blokki á Krónum Gæðingi sem heitir Einir frá Efri Bægisá. Ytri Bægisá fyrir gefið. Og með honum er Atli Freyr Marjónsson og Össi frá Gluggarholti. Það er lyfting frá fyrirbærðisréttin á Bjarka Annari Stefánsinni og svo er það Íðar Bragason og lyfting frá Þjóðsagan. Síðan sé ég að þetta var hægt. Höskuldur Jónsson er hér á Bleikanótt stjórnóttu. Gæsar Rossindi Svörður frá Sómstöðum. Sem situr Sigurðsson á Ánastöðum. Já, það er ekki amalegt að eiga svona flota í hesthúsinu hjá sér. Það væri nú alveg þokkalega vel ríðandi með allar þessar gæðingar. Já, og Guðmundur var að ferða fram. Það flestir hestar er verðvartarlausir. Flestir. Þetta er laglega gert. Þarna tók ekki Guðmundur inn í og stóðu við að dansa. Þarna tók eitt svona snúning eins og myndagröð. Æfa þetta lengi. Já, þetta er maður ákveð. Og ekki amalegt að hafa Guðmund sjálfan þarna alltaf vel í döðni. Það verður skjálf maður áhuga frá sér. Það er reyðist þetta hans. Það er ekki vel. Hann tekur þátt atriði snári og fær hann aðeins kamningu á hestana sína. Og Ég held að ég bætast við einhverju knapar hérna. já, og Guðmundur ætlar ekki að skipta hest. Það var á svona mikið að gæðingum og þá verður maður bara alltaf leið. Það kom aðeins.
Já, hvert gæðingir með rauður? Þetta frábært, læst eftir hann með að koma hótt. Já, flottur hóttur. Við gráðum keppnin rauðum. Einnig til hefja stundum í orðin að það sé ekki líka á 50 reyndum í þessar. Nei, það er gamlan sem ekki tilhefur. Þetta kraftur kross og ég njóta sín alltaf bæði með og hætta. Þá var ekki gert eina ferðan, þetta var frábært ferðan og við fáum svona eina loka rúsinu hérna á fyrri hálfleik hjá. Agnar Tjaka kemur að leika, hann er ekki að láta steyta sinni. Nei. Það er alveg á hreinu.